Hvað gerist þegar barn sem yngra en 15 ára hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi? Hvernig verður tekið á málinu? Hvað þarf barnið að gera? Ef þú hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, ef einhver hefur neytt þig til að gera eitthvað sem þú vildir ekki, meitt þig eða beitt þig einhvers konar ofbeldi, er mikilvægt að þú segir frá því. Þá er hægt að hjálpa þér og koma í veg fyrir að það gerist aftur. Allir sem að telja sig hafa orðið fyrir broti, það er mjög mikilvægt að leita til lögreglu, bara sem allra fyrst, og kæra. Það er hægt að gera það með margvíslegum hætti. Þú getur hringt í lögreglu, sett í sambandi gegnum síma og fengið að tala við rannsóknarlögreglumann. Og þú getur hringt í 112. Lögreglan er með Facebook-síðu sem að margir nota og það er mjög góð leið líka til þess að koma á framfæri einhverju sem að brennur á þér. Af hverju að kæra? Ég held að sé mjög mikilvægt fyrir þá sem hafa orðið fyrir kynferðisbroti til þess að geta unnið úr sínum málum og skilið atburðinn svolítið eftir í fortíðinni og haldið áfram með sitt líf. Að þá sé þetta gríðarlega mikilvægur hluti af því ferli að kæra og koma sér svolítið frá sér. Og í öðru lagi held ég að með því að kæra séu þið að gera allt sem í ykkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það að viðkomandi brjóti gegn öðru barni. Þegar tilkynningin hefur borist lögreglu þá byrjum við á að tilnefna einhver réttargæslumann. Hlutverk réttargæslumannsins er að gæta hagsmuna þeirra sem hafa lent í kynferðisbrotum. Næsta skref er að segja frá því sem gerðist, gefa skýrslu. Og þau sem eru yngri en 15 ára, skýrslan af þeim er tekin í barnahúsi. Ef þeir eru komin yfir 15, þá komið til okkar á lögreglustöðina og þar er skýrslan tekin. Og þá hefst rannsókn málsins og lögregla fer að kanna hvað gerðist. Og það sem felst í rannsókninni er að við erum búin að tala við þig og við þurfum að tala við gerandann og við þurfum að tala við vitni ef einhver eru. Kannski er einhver vettvangur, hvar gerðist þetta? Það er mjög mikilvægt að láta lögreglu eða aðra sem treystið vita sem allra fyrst eftir að brotið hefur átt sér stað. En jafnframt mikilvægt að þið vitið að þeir sem hafa orðið fyrir broti áður á lífsleiðinni og áttu ykkur eftir því sem þið dafni og þroskist á því að það hefur verið brotið á ykkur, að þá er ekki of seint að kæra. Það er mikilvægt að leita aðstoðar sem allra fyrst eftir að hafa orðið fyrir ofbeldi. Ef stutt er liðið og þú ert yngri en 14 ára, ferðu í barnahús þar sem þú talar við starfsfólkið, færði leiðbeiningar og ferði í læknisrannsókn. Unglingar geta farið á neyðarmóttökuna í Fossvogi eða á Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Þar er opið allan sólarhringinn og þar er hægt að fá stuðning og ráðleggingar næstu skref. Sjúkrahús og stærri heilsugæslustöðvar allt land geta einnig aðstoðað. Þeir sem beittir hafa verið einhverju kynferðisofbeldi, þeir sem hafa verið neyddir til að gera eitthvað sem þeir vildu ekki, verið nauðgað eða gert tilraun til nauðgunar, að það er mikilvægt að þeir leiti sér sem fyrst aðstoðar. Og á neyðarmóttöku sem er á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi, að þar tökum við á móti einstaklingum, stelpum, strákum, konum, körlum, alveg frá 12 ára aldri og upp úr.
og þetta þjónusta sem kostar ekki neitt, þú þarft ekki að bíða eftir þjónustunni en mikilvægt að koma sér fyrst. Og þegar við erum að tala að koma sér fyrst, þá það innan sólarhrings eða 2-3 sólarhringa. Þannig að það boðið upp á læknisskoðun, það sem veitt meðferð og tekin sýni. Fulltrúar barnaverndaryfirvalda aðstoða við skipulagningu þjónustu sem þú átt rétt á. Lögreglan skipar þér réttargæslumann sem á að passa upp á þín réttindi og kemur með þér á mikilvægum tímum. Réttargæslumaðurinn getur líka útskýrt ýmislegt varðandi málið fyrir þér. Barnahús sérstakur staður þar sem börnum sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi hjálpað. Ef að mál hefur verið kært til lögreglu, þá koma börnin til okkar og við tökum viðtal við þau í sérútbúnu herbergi þar sem við tölum það sem gerðist. Þeir sem horfa á eru í öðru herbergi og sjá í gegnum sjónvarpsskjá það sem að barnið að segja frá. Og yfirleitt það þannig að það bara eitt viðtal við barnið og barnið þarf bara að segja einu sinni frá því sem kom fyrir. Inn í þessu herbergi situr dómari sem stjórnar í rauninni viðtalinu og aðrir sem þurfa að hlusta á börn og gegnum sjónvarpsskjáinn sjá þau viðtalið þar sem barnið situr með starfsmanni og segir frásögn sína. Síðan þegar barnið búið að fara í þetta viðtal þar sem það segir frá öllu sem kom fyrir, þá fær það meðferð í kjölfarið. Og meðferðarviðtölin geta tekið bara frá 4-5 tímum og upp í marga tíma eftir, bara alveg þangað til barninu farið að líða vel. Börn sem búið út á landi, þau fá meðferð í sinni heimabyggð og þá kemur sérfræðingur barnið og svo hittir þau cirka aðra hverja viku eins lengi og þau sjálf vilja. Einnig geta sum börn komið í læknisskoðun í barnahúsi og þá koma sérfræðingar frá Landspítalanum og hitta barnið í barnahúsi. Ef málið fer alla leið í dómstólana, þá kemur starfsmaður barnahús og mætir fyrir dóminn og ber vitni. Þegar lögregla búin að rannsaka málið þitt, það ríkissaksóknari sem metur og ákveður hvort það verði að dómsmáli. Þegar lögreglan búin að ljúka rannsókninni þá sendur hún gögnin til embættis ríkissaksóknara og við sem störfum þar, við förum þá yfir gögnin og lesum þau yfir og metum svo í kjölfarið hvort að við getum gefið út ákæru og það þýðir þá að við sendum málið til héraðsdóms og það heldur áfram þar. Ef að hins vegar það okkar mat að við getum ekki sannað, þess ekki hægt að sanna að atvikið hafi átt sér stað, að þá verðum við að fella málið niður. Það þýðir ekki það að við trúum ekki þér eða höldum að þú sért að segja ósatt, þetta snýst bara það hvað við getum sannað í málinu. Og þegar við ákveðum að fella niður mál, þá það alltaf að minnsta kosti 2 starfsmenn sem eru búin að fara yfir gögnin og komast að sömu niðurstöðu og það sem við gerum alltaf það að við rökstyðjum niðurstöðuna. Við sendum bréf sem kemur þá annað hvort til þín eða foreldriðin eftir atvikum, þar sem við förum aðeins yfir hvað kom út úr rannsókninni og skýrum það af hverju við ákveðum að fella málið niður. Ef málið þitt fer til héraðsdóms, fer fyrst fram svokölluð aðalmeðferð í dómshúsinu. Þá fara dómararnir yfir allt málið og gerandinn og möguleg vitni eru spurð út í það sem kom fyrir. Öll gögnin eru skoðuð vel, þar á meðal þín skýrsla í málinu sem upptaka af því þegar þú sagðir frá því sem gerðist. Eftir aðalmeðferðina þá í raun og veru þessum kafla lokið. Þá þú búinn að segja þína sögu og það tekur tíma fyrir dómarann að skoða síðan allt málið. Hann skoðar allar skýrslurnar sem voru teknar fyrir dóminum og hann skoðar öll sönnunargögnin og svo þarf dómarinn eða dómararnir að komast að niðurstöðu. Og það tekur allavega 4 vikur. Og síðan eftir þann tíma þá getur vel verið að málið þurfi að fara til Hæstaréttar. Hæstiréttur æðsti dómstóllinn í landinu
Hæstiréttur getur annarkvort verið sammála dóminum eins og hann var í héraðsdómi eða þá að hann getur breytt niðurstöðunni. Og það tekur aðrar 4 vikur fyrir Hæstarétt að komast að niðurstöðu. Ef að niðurstaða dómsins er þannig að enginn er dæmdur sekur, þá getur verið svolítið erfitt fyrir barn að skilja það. En það er vegna þess að dómarinn er búinn að skoða öll sönnunargögnin í málinu og það nægir ekki það sem að liggur fyrir. Ef gerandinn verður dæmdur í fangelsi er það vegna þess að það sem hann gerði þér er bannað með lögum. Sá sem beitir ofbeldi þarf að taka afleiðingum gjörða sinna. Ef þú vinnur vel úr því sem þú varst fyrir, er ekkert sem stendur í vegi fyrir því að þú náir fullum bata eftir kynferðisofbeldi. Þú getur meira að segja orðið sterkari en áður.